Takk fyrir þetta, Daniel. Já, bergið bara fucking geggjað. Algjörlega, það sem við erum að gera fucking geggjað. Og ungmennaráð bergsins líka fucking geggjað. Og ég ætla ekki að hætta að segja fucking. Þú þoldi mikið blót. Daniel og Arnur eru bæði meðlimir í ungmennaráði bergsins og það svo mikilvægt að það sé gott og metnaðarfullt og kraftmikið fólk í þessu ungmennaráði. Og ég vil bara klappa fyrir ungmennaráðinu. Næstur til að tala leiðbeinandi og sögumæður hjá Nú-skólanum. Við þekkjum hann líka sem handknattleiksmann. Hann ætlar að tala tilfinningalega sjálfsábyrgð. Ólaf Stefánsson, velkominn. Ég heiti Ólaf Stefánsson og fyrrverandi handboltamaður, var í heimspeki lengi, fjarnámi og allt svona eitthvað. Og fyrir 5 árum áttaði ég mig á heimspekinni svolítið, að hún góður svona árabátur til að koma yfir ána, en maður lappar síðan ekkert með hennan árabát með sér. Og í dag finnst mér hún svolítið verið eins og svona net til að safna vatni, þannig að ég svona orðin svolítið af undir heimspekinni. Og því fyrirgefið mig það. Þannig að þannig að ég hér staddur í dag. Reyna að ná einhvers konar jafnvægi hér. Corazón, þið þekkið það. Hjartað, Spánverjarnir og í Perú, þeir heyrið, ég svo hávaxinn sko, það getur verið detti svona út. Það málið? Nei, það þannig. Þetta hefur loðað við mig lengi, þessi hæð. Svona kannski eitthvað, en það. Sem sagt, corazón á spænsku hjarta og razón, eins og við vikið, lógíkin, skemmtilega. Lógík Laufeyjarson eða Lókó Laufeyjarson. La locura cura segja þér. Þekkið það, locura geðveiki og cura að lækna. Þannig að geðveikin læknar, gráturinn læknar, kæri meistari. Og auðvitað gráturinn og regnið vökva blómin, þannig að þetta virðist allt haldast í hendur. Síðan það með corazón að það líka fallið í því orði að corazón raun og veru það sem styður við razón. Þegar razón komið út í horn og lógíkin nær ekki lengra, þá eiginlega bara tekur annarkvort hláturinn við eða eitthvað stórskrítið sko. Og í því felast miklir töfrar. Við fáum auðvitað mismunandi karmaútspil dreift. Ég fekk mín og þau eru missvæsin. Það eru mismikli kennara sem við fáum í þessum veruleik og því bið ég ykkur að afsaka alla blind spots sem ég geti verið með. Ég hef ekki lent í öllu, ég hef lent í mörgu en alls ekki öllu og hingað nú eiginlega komin til að segja ykkur frá Gleymnu óskinni örlítið, mikil vinkona mín. Þetta nú bara ég eins og ég horfa á heiminn í dag. Gleymnu óskin var í vandræðum. Hún gat óskað sér alls, hún var fögur, hún óskaði sér liti, tilfinningar, form, hljóð. Hversu mikið magic hljóðið? Ekki þetta, ég veit það ekki. En hún lenti í smá vandræðum þessi vinkona eða þið ráðið hvort þið kvengerið þetta eða karlgerið. Við erum kannski búin að fá nóg af karllegri trú í 2000 ár en þið ráðið. En hún lendir í vandræðum, hún ein og hún þarf að finna upp á einhverju sniðugu og henni dettur þá sú snild í hug að eina leiðin eins og ég kannski sjálfur orðinn hundleiður á sjálfum mér og þetta er svona eini vitleysingur sem ég losna aldrei við og það ávíst við flest okkar. Við reynum að komast til Spánar en erum víst föst með sjálf okkur þar og svo bíðum við eftir þessum eilífa morgundegi sem kemur aldrei. Þannig að Þannig að óskin í svipuðum vandamálum orðin hundleið á sjálfri sér þó hún hafi skapað fugla og allt meistaraverkið og hún
fer að leita að hinum og og hvernig þetta er upphaf hinnar stórkostlegu þversagnar, tvísöngur hins eina er þetta kallað, og hún ákveður það og finnur út úr því mjög skemmtilega leyst hjá henni að hún neyðist til að gleyma sér. Gleymskan er hennar svar og það könnumstu við þegar við erum orðin þreytt á þessum veruleik. Þá þráum við einhvers konar hjálp við að gleyma okkur og það sama gerur hún og á endanum finnur hún kannski svolítið jafnvægi og við eigum nú Bifröst okkar og Bifröst, regnboðin er svolítið tákn jafnvægi, sólar og sorgar, rigningar og sólar og þar kemur regnboðin falli og þetta tel ég vera ástandið í dag. Gleymna óskin, að gleyma sér aðeins. Stödd í eilífðinni, sér ekki kraftaverkið í kringum sig, en hún er að gera það viljandi, hún þarf að gera það og það þarf ekki að litið kannski kundalíni eða eitthvað, loka augunum og og þá er hún bara fundin. Þetta er nú ekki lengri leið en það hjá henni Lísu í Undralandi og kaninunni að það er raunveru einskis að leita því það er ekki týnt og hver vegur að heiman er vegurinn heim og allt þetta, þannig að við getum lengi leitað en þversagnirnar eru skemmtilegar og því meir sem við leitar því ólíklegra ertu til að finna, þannig að gaman að þessu og ég ætla semst aðeins að fá að spila fyrir ykkur og kristnin hefur auðvitað átt einkarétt á öllum okkar spiritual veruleika og gegnum fermingu, fæðingu, skírn og allt það og dauða, átt einkarétt á dauðanum. Það kemst enginn með hælana í hvað var að dauðan nema kristnin og ég ólst upp í afi kenndi öllum prestum landsins þannig að ég kynntist þeim nú öllum og afa og fór í gegnum það og fór í gegnum mína lónagrifi, Daniel fyrir það sem þekkja en í dag stöndum við einhvers konar það sem að ég kannski og ég held að Þorsteinn mun koma inn á hér á eftir að við þurfum kannski svona þriðja við erum sem sagt kristin, jú og svo kemur andviðbragð sem er eiginlega bara að segja að við nefnum ekki lengur og þá erum við bara orðið svolítið hættum að sjá heilaleikann allt í kringum okkur og í dag er manndómsraun fermingabarnsins einungis svo að segja gjörið svo vel og þá er hann orðinn bara innvígður mikið hugrekki sem hann sýndi þar mikið hugrekki, gjörið svo vel alveg á nálega við því sko ég legg til að við förum að senda þau aðeins út í náttúruna og bara senda yfir í Nauthólsvíkina og þeir sem kom ekki tilbaka þeir bara þannig gerum við þetta í núinu en áður þá sendum við okkar sveina sem að töldu sig allt allt og gera enn í dag þessi 13, 14, 15 ára cocky ass við veit það ekki áður gáttum við senda í náttúruna og látið á lenda í einhverju við getum bara verið með einhverja ylfinga eða refi eða eitthvað sem er lendi indánarnir eru með björn og það er aðeins stærra en við þurfum held ég svolítið að skoða þriðja möguleikann og þriðja möguleikann er leikurinn og náttúran og mér langar aðeins til að og ólógíkin við þurfum að skoða ólógíkina hún er óbúslega spennandi kvikindi og í staðinn fyrir kannski við höfum tendens að loka á hana strax við viljum allt sé venjulegt við þráum venjuleikan við þráum að skilja hvað er að gerast og ég held að nýtt svona approach skemmtilegt væri að finna leiðir til að hjálpa fólki að kafa ofan í ólógíkina að kafa ofan í hversu snar mikið meistaraverk þetta er allt saman og við eigum alls konar það er til alls konar leiðir til þess og ætli meistari Megasi
okkar mesti, já, hann hefði ekki komist lengst í ólógíkinni. Ef við kíkja á þann texta, sá miklu meistari fyrir þá sem að eru þar. En já, þannig að ég ætlaði svona aðeins að fá að spila fyrir ykkur og svo ætlaði ég bara östutt að segja hvað að gera og reyna að vera ekki lengur en korter eða 20 sem ég átti að fá og byggu kannski að hugsa svona þessa blöndun. Við þurfum að finna jafnvægi úr kristni og einhverju öðru, við þurfum að finna því kristninni að mínu viti henni mistekst að halda að gefa fólki gleraugun á heilaleikan sem allt í kringum okkur og svona þessa samkennd. Jú, ok, ég er að hálum í sig, ég veit það en já, þannig að ég ætla bara svona aðeins að gefa ykkur dæmi þetta. Ég ætla að reyna að lækka þetta aðeins. Býð ykkur að loka augum, það er gott að hvíla eitt skilningavitið aðeins. Þeir sem vilja fara aðeins inn í andardráttinn, það verður ekki lengi. Já, takk fyrir þetta. Þetta var svona demo. Á hverjum degi er þetta í gangi í öllum skólum landsins. Það er ákveðin baráttu í gangi eins og ég kannast við. Þar er verið að skjóta skotum og þar er fólk með mismunandi öfluga töfrasprota til þess að takast á við þau skot og þetta grefur oft dýpra en við oft höldum. Nú er eina benstólin úr mér, getur einhver hjálpað mér? Er enginn að tengja? Já, aðgótt skal höfð takk meistari í nærveru sálar og einmitt og það sem ég gerir sem sagt, já, í núnum er að koma krökkunum aðeins aftur, reyna að hjálpa þeim að sjá það fallega í kringum sig, sjá heilaleikan í bæði sér, sjá stærðina í sér. Þetta eru mína vinnugræjur
og og daginn fórum við upp í Sólsetur, þar sem að mikil gyðja býr, heitir Linda. Þar byggum við til töfrasprota fyrir 10. bekkina, og það raunur það sem ég kannski að koma að að við byggum hér til töfrasprota, og það sem ég ætlaði nú að tala ég á það til að skauta úr ýmsu, en sem sagt er í raun hugtak sem við höfum ekkert notað mikið og ég kalla tilfinningasjálfsábyrgð, og Daniel kom svolítið inn á þetta og við höfum kannski verið að tala þetta leynt og ljóst, er að taka ábyrgð á gleði sinni, taka fulla ábyrgð á sinni gleði. Og skemmtilegt að ábyrgð auðvitað á ensku, responsibility, er í raun og veru the ability to respond, og það er að segja, hentu ekki töfrasprota þinnar út geislunar ef þú ert peppaður, glaður. Hentu ekki þessum töfrasprota til þess sem þú vilt sísta hafa. Og þetta gerum við, og þetta gera krakkarnir okkar á hverjum einasta friggin degi, og við sjálf fullorðna fólkið, með því að segja ég er leiður af því hún sagði eitthvað ljótt mig, ég er leiður af því að þetta, ég er leiður af því að það er rigning í dag, ég er leiður af því að þetta. Við erum orðin ógeðslega góð í þessu, byrjum á þessu 6 ára þegar við splittumst. Þeir sem vilja kíkja á það betur geta að fara á hryllingsmyndina, hún sýnir mjög vel hvernig við splittumst. Og það sem gerist er það að við við splittumst. Fyrirgeðu, ég fer að hætta, þið stoppið mig, heimilt, það er akkurat, öft. Og það sem ég er að tala að, gaman að þessu, þetta er smá improv hér, að það sem ég er að koma kannski að, er það að við erum öll þessi gleymna ósk, og við ráðum hvort að við horfum á manneskuna hér á móti okkur sem eitthvað aðgreint, eða hvort að við sjáum heilaleikann í okkur öllum, að við erum bara öldur sem að erum öll öldur sem að halda þér séu öldur, og eru að keppa við aðrar öldur. Hversu komist er það? Pixlar á einhverjum skjá sem að halda þér séu skjárin, eða nei, veit ekki að þeir eru skjárin, alls konar svona. Þannig að og við munum alltaf hafa rétt fyrir okkur. Ef við trúum að töfra þá höfum við rétt fyrir okkur, ef við trúum ekki þá höfum við líka rétt fyrir okkur. Þetta er mjög einfalt. Þannig að ég held að þetta hafi svona verið það sem ég ætla að koma að. Já, takk.